En það mál málanna, það hefst á morgun blómstrandi dagar. Já, það alltaf gerast á morgun og á næstu dögum. Já. Við byrjum eiginlega, það má segja, við byrjum svona í rólegheitum, það uppbytun á 5. bókasafnið með svona sumarlestra sprell, það búið að vera sumarlestur í sumar, þemað Harry Potter, og þau muni vera með ratleik, hattrætt og fleira skemmtild og hann Gunnar Helgason kemur í heimsókn til þeirra. Já. Og svo knattspyrnuleikur og upp á Grýluvelli. Já. Og síðan tónleikar í Skyrgerðin með Ágústu Evu og margir búin að bíða svolítið eftir því að hún tróði hér upp í bænum okkar, veit að hún náttúrulega búsett hér. Jú. Og hún ætlar að taka uppáhaldslögin hennar ömmu. Hennar ömmu? Hennar ömmu, þannig að það vel valdir tónlistarmenn með henni, þannig að ég vona bara alveg hörku flottum tónleikum. Já, frábært. Þetta verður skemmtilegt og þetta verður gaman. Haldið á Skyrgerðinni? Já, og það sama, svo ég klári nú svona Skyrgerðinu þarna, á föstudagskvöldinu verða náttúrulega aðri stórtónleikar með nágránakkur úr Þorlákshöfn og Jónasi Sig og ritvélunum. Já, það ekkert smá. Þannig að það verður alvöru gigg þar á ferðinni líka. Já. Þannig að það bara mjög skemmtileg tónlist, svona svo við rennum kannski fyrst í tónlistina. Já. Og svo verður á laugardeginum, þessum stærsta degi okkar, þá skemmtun hjá Kjörís, það náttúrulega ísdagurinn hjá Kjörís. Sem orðin sem orðin gríðarlega vinsæll. Já, jafnvel heimsfrægur. Já, málega segja það. Ef við stafist út í heimi, þá væri þetta heimsfrægt. Já. Það ekki spurning. Þannig að það alltaf skemmtidagskrá og sviði og margt skemmtild í gangi. Já. Síðan fjölskylduskemmtun í listigarðinum hjá okkur, hérna við Áná og þar verða hljómsveitir eins og Værð og Veganklíkan, hljómlistarfélagið með öllum formönunum kemur fram og þar stíg og stokk söngvarar og bænum líka. Já. Svo koma Björgvin Frans og Bibi og diskoteki Dísa. Já. Og svo náttúrulega verður blómadansleikur á Hótel Örk og honum, áður en það gerist, þá náttúrulega hápunkturinn þegar brekkusöngvarinn Jarl úr Eyjum stýrir söng í brekkunni og náttúrulega glæsileg flugeldasýning eins og alltaf hjá Hjálparsveit skáta henni Hveragerði. Já, og þar segir ég mitt að það má enginn missa flugeldasýningunni. Nei, það bara þannig og ég ekki bara að segja þetta vegna þess að ég hérna í Hveragerði, margir segja að þetta sé bara einn glæsilegasta flugeldasýning sem á landinu þó víðar væri leitað. Já. Þeir bara orðið svo miklu reynsluboltar og sýningin gengur svo smurt og flott fyrir sig, það aldrei hlé. Þetta einhvern veginn svo magnað. Það smá hugsun á bak við þetta? Já, þetta gríðalegur undirbúningur hjá þeim og þeir eru bara í marga mánuði að gera klart og undirbúa og þannig að þetta svona verði sem flottast og þetta svo sannarlega búið að stipla sig inn. Heldur betur. Enda brekkan vel full alltaf. Já. Og síðan og náttúrulega má áfram halda, við erum með flotta tónleika á sunnudeginu líka með Herði Torfa í listasafninu og ég var nú svolítið ánægð að hann skildi vera tilbúin, hann bleið svolítið mikið hættur að tróða upp. Já. Þannig að þetta stórkostlega farandssöngvaskáld og svona frumkvöðull á mörgum sviðum, hann ætlar að koma fram og verður náttúrulega ógleymanlegur eins og hann alltaf. Jú. Þannig að hann svona slítur hátíðinni hjá okkur. Frábært. Já. En þú nefndir hérna blómadansleikinn, þar verður Meitin Sveitin, það má ekki gleyma því. Það Meitin Sveitin sem leikur fyrir dansi. Já. Þannig að það verður hörku stuð þar, alveg mjög mikið stuð. Er blómastúlkan alltaf valinn á ballinu, veistu það? Nei, við höfum svolítið hætt því. Já. Það var reynt að lífga það við aftur en eitthvað svona þannig að það tilheyrði einu svona allar stúlkur á Suðurlandi voru mættar hérna á Hótel Hveragerði í þá tíma til að fá að vera valinn blómastúlkan. En þetta bara, það pínu sjarmyndokkin af þessu þannig að við höfum bara hætt því. Já, þetta kemur kannski aftur, þetta fer alltaf hringinn. Já, kannski. Eða ekki bara. En þetta bara skemmtilegt allavega. Algjörlega, þetta rosalega flott dagskrá og Já, takk fyrir það. Ég bara virkilega skemmtilegt og mikið að vera líka. Það mikið fyrir fjölskylduna og þegar fólk fer inn á netið og skoða dagskrána þá svona hægt að skoða litina út frá að sýningar og eru fjólubláar og allar upplýsingar sýninguna eru tengdar korti, það sem sagt sýningar og opnar vinnustofur. Já.
og síðan hreyfing og svona eitthvað líflegt að vera þar sem fólk getur heyrt sig, það blátt á litið og svo eru tónleikarnir rauðir, þannig að það gríðarlega mikið að vera og margt að velja. Heldur betur, og svo náttúrulega eru hverfin skreytt í litum? Já, og svo bara gaman að því að við ætlum að taka upp nýjunga veita verðlaun núna fyrir fallega skreytta götur og það ábyrjandi að fólk að taka þessu svolítið saman og stofna hópa í kringum götur í bænum. Þannig að það skapar skemmtileg stemning einmitt í undirbúningi og þjónustu aðilar í bænum, þeir eru að undirbúa sig vel og það verður fjölbreytt dagskrá hjá þeim. Til dæmis eins og Arion banki með fjölskylduhátíð, sundlaugapartí hjá Hótel Örk og svo náttúrulega kaffi hlaðborð bæði í Skyrgerðinu og Almari Bakara, fiskbúðin, hann ætlar að bjóða upp á fiskisúpu alla dagana. Þannig að ölverk með pubquiz, þú veist, ég get talið þetta endalaust. Já, það pubquiz annað kvöld á Já, það verður bara virkilega margt í boði. Já, eitthvað fyrir alla. Eitthvað fyrir alla, ég gæti náttúrulega talið upp endalaust í allan dag. Fólk þið þreytt á því. Ef við ætlum að fara yfir alla þessa dagskrá, þá þurfum við að taka lengur heldur en bara korter. Ég held það. Ég bara hvet fólk til að vera duglegt að kynna sér dagskrána og koma í bæinn okkar og bara njóta þess sem í boði. Og Jóhanna, oftar en ekki við höfum áður rætt þetta að þá verður gott veður. Það verður gott veður. Hvað erum við oft búin að ræða það? Ansi oft. Já, vegna að þetta bara þarf ekkert, þetta bara hreinu. Já, blómstrandi dagar. Það er bara með betri dögum sumar. Já, það er bara hægur vindur og heiðskýrt. Takk fyrir að hafa það. Það er æðislegt. Þetta er frábært. Þetta bara getur ekki verið betra. Hveragerði.is, þar er hægt að sjá dagskrána undir hlekknum blómstrandi dagar og hvernig fólk til þess að skoða. Já, og síðan á Facebookinni undir blómstrandi dagar. Æðislegt. Þannig að bara allir velkomnir, hlökkum til að fá okkur í heimsókn. Herðu, áður en ég sleppi þér. Já. Hunangsís og detoxís, ætlar að smaka svo leiðis? Hvernig ætli detoxísin sé? Ég nú ekki mörgum sagt þetta. Á ísteginum þá fer ég yfirleitt aldrei inn á planið, þannig að ég myndi örugglega lokast þar bara inni og ég myndi þetta ofan í ísana þarna. Ég ofta veit að undirbúa eitthvað annað. Já. Þannig að ég stundi fæ að smakka svona fyrirfram, sko. Já. En það alveg óljóst hvað ég smakka mikið á laugardag. Já. Og svo spurning með hangikjötsísin. Já. Ég held að hann geti verið svolítið spennandi. Já, ég held það. En það verða ólíkitt að bröða á staðnum og bara hvernig fólk sem þetta. Og margt spennandi í gangi. Allstaðar út allan bæ. Takk fyrir þetta, Jóhanna Margrét, og við sjáumst helgina. Við gerum það. Takk.